gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Tuttugasta og 4. október næstkomandi verður efnt til kvenna verkfalls annan föstudag. 50 ár liðin þá síðan konur lögðu niður störf þennan dag árið 1975, ég man eftir því, og þær gerðu það til að krefjast sömu réttinda og launa og karlar höfðu og vekja athygli á mikilvægi launaðra jafnt sem ólaunaðra starfa. Það er náttúrulega kannski svolítið fúlt að það þurfi að endur taka þennan viðburð, en að mörguleiti frábært framtak og hingað eru komnar 3 manneskjur til þess að ræða þetta mál við mig. Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands, Sara Steff, baráttukona og þú ert frá Rótinni, og Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, jafnréttisfulltrúi hjá ASÍ. Verið velkomnar allar. Takk fyrir. Haldið þið að konurnar sem brutu brimið fyrir 50 árum hafi séð það fyrir að við erum nú að fara að ræða það hálfri öld síðar sumpart, sömu mein og fyrir 50 árum? Við byrjum á þér. Já, sko bara bæði og, hugsa ég. Já. Það hefur að sjálfsögðu margt breyst og við gleymum því kannski stundum. En það sem náttúrulega eftir bara það alvarlegt, eins og til dæmis með launamun kynjanna og einhvern veginn þannig að allt okkar kapítalíska kerfi náttúrulega byggt út frá því að þú vinnir 8 tíma á dag pluss, en einhvern veginn vegna þess að konur hafa og bara sögulega og einhvern veginn sem ég segja eðlislægt hafa meiri áhuga á því að sinna ungviðinu betur, að þá þeim ekkert gert það alveg kleift. Þannig að einhvern veginn sita þær uppi með sárt ennið þegar það verið að safna í sameiginlega sjóði og þegar þær verða gamla konur, að þá eiga þær ekki nærri þeim mikið til 11 áranna. Svoleiðis að það hefur auðvitað breyst að miklu leyti en ekki öllu, þannig að við erum auðvitað áfram með svona pínu karllægan strúktúr, ekki kannski pínu, bara alveg. og svo það annað sem helvits ofbeldið. Og það virðist bara einhvern veginn ekkert vera að minnka neitt og meiri að margar segja sem hafa vit á því máli að það sé bara ennþá verra og meira brútal. Það fast yfir á internetið, þetta eru þessi hryllilegu hópnauðganir og þetta eru svolítið miklar mótsagnir með að við einhvern veginn, þú veist að MeToo hafi verið, en sem sagt, en svo öðru leyti náttúrulega erum við á þeim stað að vera með alla helstu valdamanneskjur sem sagt í okkar stjórnkerfi sem eru konur og pælið í því stelpur ef einhver hefði sagt okkur þetta fyrir 10 árum og ég var einmitt svolítið hissa sjálfur mér daginn því ég sá mynda rektorum Íslands, háskólarektorum, alla konur og ég sagði, ég vissi þetta ekki einu sinni. Ég meina, hugsa ykkur lúksusin að hafa ekki vitað þetta. Einhvern tímann hefði þetta verið stórkostlegt. Svoleiðis að, þú veist, það sem eftir eru rosalega svona grundvallar þættir. Og og einhvern veginn virðist vera þó að við reynum að stýra þessu réttar áttir, einhvern veginn gerist það allavega mjög hægt og auðvitað hefur margt breyst að sjálfsögðu, svolítið að ég ætla að lifa stelpunum að svara. Já. Það var minnst á launamun, hann sannlega fyrir hendi en þá. Já. Hve mikill? Ég var nú bara að lesa það einmitt í gær að þegar kona fyrir fæðingarorlof að þá lækka tekjur hennar 30-50% þegar hún kemur aftur til starfa. Og sá launamunur jafnar sig í raun aldrei. Þú veist, hún nær aldrei aftur upp í 100. Af því að svo eins og Guðrún Margrét að segja þá allt ólaunuðu störf sem að falla á konur og eru þar af leiðandi ekki lífeyrisskild, skila sér ekki í hina sameiginlegu sjóði fyrir konur til að taka út seinna. Að þetta setur sér satt svona högg í þeirra tekjuöflun. Á meðan að fyrir karla að þá lækka laun 3-5% þegar þeir taka fæðingarorlof og tekjuöflun þeirra jafna sig mun hraðar.
Þannig að ég veit ekki eins og þessar konur sko fyrir 50 árum hvort þær hefðu geta í alvöru sko ímynda sér að því mikið af þeim kröfum sem að undirstöðu kröfurnar sem við erum með núna til þess að geta bara haft sko fjárhagslega sömu tækifæri og karlar. Ég ekki viss að þær hafi séð fyrir sér að það tæki hálfa öld að ná þeim ekki. Ég meina það enn sko tekjumunur milli kynjana mælist enn 20%. Hann 20%? Já. Þannig að svona, þannig að það bara ekki hægt að skýra það öðruvísi en með því að þetta sé á einhvern hátt kynjað vandamál. En það eru svona margir sem að kannski þoli ekki að heyra það. Auður, ef við horfum til Bandaríkjanna núna þá eru eiginlega bara skelfilegi hlutir að gerast hvað varðar kvenréttindi. Og sko sumir segja að sú bylgja gæti breiðst hingað, það gæti aftur orðið sem að þar hefur verið viðtekin venja víða að bara þegar konur verða ófrískar þá eigi það bara að fara heim og vera bara heima og það eru sumpart svona hvað maður að segja, skautaðri raddir hérlendis sem að benda til þess að það sé ekki bara það að tímamótin núna, þetta 50 ára afmæli það er ofbeldisbakslag og fleira en það geti líka bara verið að við værum að fara í mjög skrýtna átt út frá svona vísbendingum í samtímanum og það einhvern veginn segir manni að sko þetta er svona síkfikt, það er ekkert til sem að heitir línulagar framfarir sem aldrei verða stöðaðar. Ekki satt. Akkurat. Svona á svona dökkum augnablikum í mínu lífi þá upplifa ég þetta bara sem reipitók. Við færumst aldrei neitt áfram, heldur réttindin bara tóguð svona fram og tilbaka og það verður aldrei raunveruleg bæting. En ég held að það sé ekki alveg rétt. Og varðandi sko Bandaríkin versus Ísland, ég held að það er eitthvað rosalega katastrófist að gerast til þess að við endum á einhverjum svipuðum stað og Bandaríkin eru þegar kemur að sko mannréttindum og sérstaklega réttindum kvenna. Ertu viss? Auðvitað er ég ekki viss. Ég er alls ekki viss. En mér finnst bara þegar að sko norræn lönd við erum efst á eiginlega öllum listum, alveg sama hvað er verið að mæla, þar erum við eiginlega alltaf best því miður líka þegar kemur að mengun og svoleiðis en öll svona félagsleg staða bara ríkidæmi, velferð, allt saman, þar eru Norðurlöndin efst, þar er líka jafnrétti mest og rannsóknir sína trekk í trekk að jafnrétti kynjana er mjög gott fyrir samfélag þar sem er mikið kynja jafnrétti, þau eru ríkari eins og Norðurlöndin, þau eru stöðugri, það er ekki svona mikill órói, ekki eins mikill órói. Karlarnir græða líka á því, það gleymist stundum. Karlarnir græða nefnilega svo rosalega mikið á því líka og þeir eru verið að tala um eins og eitraða karlmennsku, hún er eitruðust fyrir þá. Sjálfsög. Já, þannig að og þess vegna held ég að þegar við sem samfélag Ísland, við höfum búið lengi við þessi gæði sem að jafnrétti kynjana er og samfélagið hefur batnað mjög mikið vegna þess. Þá er bara ekkert svo rosalega mikið pús, mikið vilji til þess að rúlla þessu öllu tilbaka og gera samfélagið verra. Á meðan í Bandaríkjunum þá hefur bara, jafnrétti ekki náðst eins vel og það hefur þó gert hér þó þessi mjög margt sem á eftir að ná. Þannig ég held að þessi bæði siðferðislega auðvitað bara kolrangt að gera það en ég bara held að fólk sem er hugsandi, sem að skoða rannsóknir, það vill ekki rúlla þessu tilbaka í raun og veru. Ef þú ert að spá í bara efnahagsmálum, þá viltu fullnýta alla þá vinnukrafta sem að mögulegt er að fá. Já, mér syndist Guðrún Margrétar, þú vildir blanda þær í. Ég held nefnilega við menninir séum ekki rational beings, þú veitir. Ég held að við séum rosalega tilfinningaleg og þannig að þegar maður veltiði fyrir sér hvort það svona gríðalegt svona bakslæg sem við Bandaríkjum eða þetta ástand sem þið sjá þegar verið bókstæðlega að taka réttindum af konum
að gæti að gerst á Íslandi, sko það sem ólíkt náttúrulega með þessum samfélögum eins og Íslandi og í Bandaríkjunum, það náttúrulega þessi sterka staða trúarbragðanna og svona rosalega afturhalds trúarbragða og mér skilst að trúarbragðin sé einhvern veginn, eða allavega kirkjusókn aukast og sérstaklega hjá ungu fólki og ég var einmitt að spá í þessu með sko unga fólkið sem verðist í einhvern veginn auknum mæli verða íhaldssamara heldur en kannski við sem eldri erum að þá velti ég fyrir mig sko ég get ekki ætlast til að unga fólki hafi sömu svona referenspunkt eins og ég í mínu lífi. Ég fædd 1969, ég elst upp í samfélagi sem konur sannarlega ætlað minni hlutverk í samfélaginu á meðan svona dætur mínar 30-35 eru bara ólust upp við mig sem móður og einhvern veginn miklu meiri jafnræði og þú veist, ég út að djamma með vinkonum, þið veitir allt annan veruleika og þetta sama á við held ég svona einhvern veginn hvernig og bara íslenski ráðamenn eða bara evrópski tala stríð. Þið veitir, þau einhvern veginn tala þetta sem svona eins og maður skynjar stundum í orðræðu eins og Íslandi, eins og það að hugmyndunum stríð sé á einhvern máta svona spennandi, ég ætla ekki að láta ráða yfir mig, við erum að stoppa þessa rússa eða hvern sem bara krakkar, hafið þið einhvern hugmynd hvernig stríð eru, hvernig það að finna lyktina blóði eða fá byggingu yfir, þú veist, skiljið þið samhengið sem ég að meina. Þetta koncept bara ekki til í okkar hugarheimi. Maður getur ekki ætlast til að fólk hugsa eins og maður sjálfur. Svolítið að ég fyrirgef svolítið ungu kynslóðinni að vera ekki að burðast með okkar sög, þið vitið. Og svolítið að ég held að þetta, eins og þú segir sko, við hljótum öll að vilja hafa þetta svona áfram. Ég ekki viss. Vegna þess að ég held að við höfum ekki, þú veist, við erum bara ekki að tala frá sama stað. Við viljum það. Vita krakkarnir endilega, sko, hvað koma undan? Þeir vita það ekki. Svoleiðis að, þú veist, ég bara segja svona sjónarhornið. Það líka líklegt að þau séu undir heilmiklum bandarískum áhrifum. Það líklegt vegna þess að neyslan fer svo mikið fram í gegnum samfélagsmiðla þar sem að bandarískt efni mjög ráðandi á þessum miðlum. En já, skildi ég þið rétt, Guðrún, varst að tala sem sagt að dætur þínar, ungar konur, þekki ekki endilega það sem á undan kom og upplifa þig í raun sem eitthvað svona frjálsa konu. Já, og bara það sé lífið. Já, sem ekki endilega föst heima fyrir bakvið eldavélina, eins og maðurinn sagði. Já. Nei, ég meina bara að ég tek dæmi sem þeim, en ég meina ég held að þetta eigi náttúrulega við bara alla. Þetta bara kynnslóða munur. Svo þess að bara punkturinn minn sá. Sömu gleru hún ekki á nefinu. Þannig að við getum ekki, ég get ekki nota mína, sko, en hefur svo mikið breyst samt, sko, að við erum alveg svona heiðarlega, sko, með heimilistörfin. Þið vitið, að því að bara alls ekki að því ég meina dætur mínar hafa alist upp sko, ég hef verið einstæð móðir frá því að þær voru bara mjög litlar svo þær alast upp við að sjá mig gera allt þannig að það þeirra norm en ég ólst líka upp hjá einstæðri móður frá því ég var bara mjög lítil og ég ólst upp við að sjá hana gera allt þannig að hún þurfti að sjá innkaupin, sjá okkur, eldamennskuna fara í dagvinnurnar sem voru í fleirtölu og kvöldvinnuna þannig að mér sko, ég myndi ekki vilja gefa þeim neitt afslátt af því að halda sko þó það sé ekki endilega þeim punktur sko að þær ættu að komast upp með eitthvað annað en það skynja ég það líka bara mjög sterkt á þeim í þeirra svona rómantísku samböndum og sambúð sem eldri dóttir mín í að þar eru sömu sko vandamálin að koma upp sem eru þessi ólaunuðu störf kvenna og það sem þú ýmist kallar eitthvað svona félagslega endurnýjun eða þriðja og fjórðavaktin en ég nefnilega var að hugsa hérna áðan sko að því við vorum að tala eins og að því lífeyri þú veist ef við ætlum bara að tala peninga sem eru undirstöðu kröfur hérna kvennaárs það eru bara peningar hvað fáum við greitt fyrir það að leggja til samfélagsins þá var svo áhugaverður áhugaverð BR-rannsókn við sagnfræði í háskólanum ég fór á þessa málstofu 2023 Ásgerður Magnúsdóttir hún rannsakaði hvers virði eru húsmæður og undirtitillinn var heimilistörf kvenna og þjóðhagsreikningar og það verður alltaf þetta GDP sko Gross Domestic Product sem mæli hverði síðan úr seinni heimstyrjöldinni til að mæla framlegð ríkja og það verður alltaf verið sagt að það sé svo alveg ótrúlega flókið að reikna út
sem líka eina af þessum kröfum kvenna og það virðismat kvennastarfa og það enn verið að klóra sér í hausnum hvað þetta sé alveg ótrúlega flókið. Samt verið að senda menn til tunglsins og baka og ég veit ekki hvað, þið vitið, sjálfkeyrðir bílar og eitthvað, en þetta ekki hægt að reikna. En hún fann það út í sinni rannsókn að annarkvort fjórðungur eða þriðjungur af efnahags stóðum landsins var í störfum húsmæðra á heimilum og milli bæja á fyrri hluta, á fyrsta hluta 20. aldar. Og þetta voru allt bara, hún var bara með gröf og krónutölur og aura að því að margar af þessum konum héldu dagbækur, þú veist, það voru að halda búr, það voru að versla og sáu fyrir hjúum og þetta var bara mögnuð rannsókn, sko. Algjörlega. En þetta svona hluti af, þú veist, af hverju eru ólaunuðu störfin ekki tekin með í þjóðhagsreikninga þegar það vitað og bara samþykkt að framlag kvenna, ef þú myndir taka það burt eins og kvennaverkfallsdagarnir hafa gert, þá hrynur samfélagið. Já, og það sem svolítið skuggalegt að sko, meiri líkur á því að maður heyri einhvern út á götu gera grín af þriðjuvaktinni, einhverju svoleiðis tali í dag, heldur henni fyrir 5 eða 10 árum. Já, klárlega. Er það ekki? Það klárlega bakslag. Mikið bakslag, við sjáum bara, þú veist, ekki bara í umræðu sjáum við bakslag, við sjáum bara bakslag í aðgerðum stjórnvalda. Nú verið að draga til baka jafnlaunavottun og jafnlaunastaðfestingu, dagvistum barna, þá rúlla því yfir á ömmur og mæður aftur. Við vitum að það eru konur sem að brúa þessi bil og það þarf ekki að, þú veist, það þarf ekki að segja, þú veist, við erum ekki að segja konum að þær eiga að hugsa börnin en þau bara, við sjáum að trekk, það eru konur sem brúa þessi bil, hvort sem það eru ömmur eða mæður eða systur eða frængur, það svo miklu leyti og bara, þú veist, afar sem að sækja börnin í leikskólan, bara frábært hjá okkur. Þannig að, já, við erum að upplifa mikið bakslag á Íslandi líka og bara fólk sem að hefði aldrei geta ímynda sér fyrir 5 árum að tala transfólk til dæmis eins og gert núna. Þetta eru stórar breytingar og svona, ég veit ekki þú veist, þetta fyrirbrigði kalla með podcast, sko þetta svo eitrað, þetta svo bara veit ekki hvernig við eigum að bregðast við þessu. Þetta einhver svona mikið grunnhyggni, vantar einhver svona innsýn í samfélagi, hvað gerir okkur á manneskjum og af hvernig eigum við að vera saman, bara einhver svona slagorð og óp einhvern veginn og hver getur gengið mest fram af okkur til þess að fá frétt í fjölmiðla og klikk. Og það talar að einhverju leiti sannlega inn í svona óöryggi eða ótta eða tilfinningu hluta ungs fólks að nú séu breytti tímar, það sé búið að rífa af þeim einhver gæði sem það hefði getað fengið ef eitthvað hefði verið öðruvísi og það er einmitt stríðsógnin og allt það og það er svona ákveðið fóður fyrir einhverja svona skuggalega kima hugsun, sko. Sem finnst mér. Já, það er svona sense of entitlement alltaf í þessari rökræðu að karlarnir hafi, þú veist, þennan hluta af kökunni, þannig ef aðrar baráttur fara fram, hvort sem það kvennabaráttan eða hinsegin baráttan eða hvað, að þá sé verið að taka af kökunni. Veist, þetta bara hugsana sko, já, ef ég mengið. Má aðeins að því ég er svona búin að leggja mig fram með að skilja svona skilja aðra og ég er bara búin að fá svo mikið ógeð því að þoli ekki fólk út af því hvað þeim finnst, ég bara nenni því ekki lengur. Svolítið að, þið vitið, maður getur verið ósammála en bara skili hvaðan fólk kemur. Svolítið að ég held að þetta, sko, ég ætla aðeins að fá að bakka og segja, ég horfði á þátt sem að eða sem sagt, það var kynning á niðurstöðum Vörðu, bara núna nýlega. Og það var átt sér stað þegar Katrín Jakobsdóttir fyrir 1,5 ári síðan var ennþá forsætisráðherra og bara munurinn, hugsið ykkur, þetta er fyrir 1,5 ári þegar launakönnun Vörðu var kynnt, örugglega í mars 24 og þar voru forseti ASÍ og Sonja Ýr hjá BSRB og fleiri svona pallborði og voru að ræða með þessi mál og voru einmitt að tala vanmat á launum störfum kvenna og og ýmis konar og ég hugsaði bara, wow, munurinn á andanum hvernig við töluðum jafnréttismál sem eitthvað sjálfsagt og eðlilegt. Á meðan núna þá finn ég að við erum farin að afsaka það.
skiljið, það ekki eins eðlilegt og ég var eiginlega bara, wow, hvað þetta merkilegt. Svo ég vil segja, það sem að mér finnst að hafa gerst, hvort sem það tengist Katrínu eða hruni Vafki eða hvað sem gerðist, að ég held að sé ekki hægt frá okkur, frá vinstri arminum, bara að, þú veist, og ég ekki að segja að þið gerir það að tala vonda vinstri kallana, skiljiði, ekki alveg, vegna þess og auðvitað er svona ergelsið það að missa völdin. Við vitum það. Ég menn, þetta völd sem kallar hafa strákar á mínum aldri, strákar, þú veist, 56 ára. Þeim var lofaður heimurinn, svo kom bara einhver kvensnift og rífa af þeim, þú veist, meðalmenninir átt að vera að fá einhver rosa bara stöður og laun. Það rættist ekki, þeir eru pínu krísu, get ég ímynda mér, eða svona einhvern veginn, þykist ég að sjá. Á meðan við konunnar, þú veist, ég fekk allt meira en ég óskaði mér, eða einhvern veginn hefði ímynda mér í gamla daga. Svo að það sem að einhvern veginn á tímum svona síðustu 5 ára held ég að jafnréttisbaráttan með Katrínu Jakobs, með öllum okkar kvenleiðtogum hafi kannski verið pínu superficial, þá meina ég hafi verið meira heldur en raunbar vitni í samfélaginu og ég skynjaði sjálf og hvað þá með aðra sem ekki að pæla í þessu alla daga að það var ákveðin svona lína hvernig þú áttur að hugsa og ég veit ekki, ég bara bilast ef að ég skynja eitthvað svoleiðis. Svo ég bara þó að þessi fólk sem ég sammála allt í lífinu. Þannig að ég held að skort unga fólkið eða þessi strákar eða hvert sem við erum að tala núna, ástæðan fyrir þessu bakslagi, sé fyrsta lagi það að vera að missa völdin, en líka að það var upplifað að það væri verið að einhvern veginn að svona neyða þá til að hugsa ákveðin máta. Og svona politically correct konur og kvár, þú veist, eitthvað svona sem fólk ekki, þú veist, hei, ég verð bara að fá að svona ákveða þetta sjálf. Svoleiðis að ég held bara einhvern veginn að eins og ég er að reyna að segja, er að vinstrið hafi með svona sterka kvenleiðtoga, femíniska leiðtoga, hafi einhvern veginn seilst inn í, þú veist, stjórnkerfið hafi verið femíniskara en almenningur. Þannig að ég held að við séum, sko, ég sé þetta sem potluck sem var svo tekið af og bara og einhvern veginn, og svo, þá hugsa maður einhvern veginn eins og ég oft tala við þetta unga fólk. Ég segi, þú veist, ok, þó að þér finnst eitthvað svona vókdæmi pirrandi, það þýðir ekki það að þú þurfur að vera að fíla Trump. Svo ég held að við séum einhverjum skrýtnum stað, þannig að fólk heldur ef þú lætur ekki kúa þig í þessa átt, bara eitthvað, konur og kvár og ég meina, ég er bara að tala svona þetta svona ástandi, eða svona þessi svona ríkjandi orðræði var, þá þarf ekki endilega að fara út í fasisma. Svoleiðis að ég held að þetta, ég spái því að þetta alveg róist. Skiljiði? Þetta meikar enga sens. Ég held þessi rétt hjá þér að andstæðu pörin, það heiminn með stilt upp í svona andstæðu pörum og stundum finnst mann ekkert mjög langt á milli, sko. En þú ert líka svona svolítið að segja að þú veist þessi nýfrjálshyggju feminismi, það sem að hefur svona superficial hafi svona borið upp að yfirborðinu og það hafi verið látið búa til einhverja ímynd af jafnrétti. Já, og lögreglur. Og lögreglur, já, einmitt. Vegna þess að, en það er líka kannski það sem hefur verið gagnrýnt undanfarin ár í kvennabaráttunni, að þessar mælingar, það sem að Ísland trónir alltaf efst, það er ekki endilega veruleiki heldur sem að bara konur og aðrir upplifa. En mér varst líka því að þú talaður jafnlaunakerfið áðan og líka leikskólamálin, en eins og jafnlaunakerfið, sko, mín svona reynsla af því, kom nefnilega einmitt á óvart talandi sko pólitíska svona fólk sem er á öndverðu meði en ég í pólitíka, þá gæti ég verið sammála Dilja á mist með jafnlauna vottun vegna þess í raun, sko, ég var að vinna á mjög svona miklum stigveldisvinnustæði sem mjög margir, stórum þar sem kallarnir voru settir bara í sína hópa efst og svo voru bara konurnar settar í sína hópa neðst og þarna var bara læst inni og við gátum aldrei séð fram á að vera að komast neitt ofar en þetta. Það var þak inn í grúppunni þar sem við áttum heima og þeirra þak var alltaf mun hærra. Akkurat. En svo finnst mér líka eins og með, þannig að já, ég get alveg tekið undir bara. En pointið er að þá bara leggja þetta af og ekki koma neitt í staðinn til þess að reyna jafna kjör. Ég kvennár segir nú annað, eða ekki? Við erum með aðra kröfur, það þarf að gera eitthvað. Já, en það sem að pólitíkin er að gera núna, það er að leggja af jafnlaunavottun og ekki koma með neina tillögur hvernig við eigum að bregðast við. Nei, en það er bara á þessa bók, sko, þú veist, talandi svona nýfrjálshyggju feminisma, 3 konur sem að stýra landinu, en það er ekkit endilega það besta fyrir konur og aðra sem að minna mega sín. Já, en mér langar aðeins að grípa
sko það líka mjög mikill miskilningur að feministar eða vók fólk sem enginn veit hver að þau sé að þvinga einhverja aðra til þess að hugsa einhvern veginn. Það sem að ég líti á mig sem þess að hræðilega vók fólk og góða fólki og allt þetta það sem að við erum bara að segja nei, það ekki í lagi að kúga aðra. Það ekki í lagi, þó að þú hugsir ég betri heldur en transfólk, ég betri heldur en brúnt fólk. Það bara, þú verður bara að þegja með þínar skoðanir það, af því að þú það ekki. Þú hefur ekki réttindi til þess að drottna yfir öðrum og alls ekki byggt á einhverjum svona fordómum og gömlum og ógeðslegum hefðum. Og það nákvæmlega út af þessu, þá all hell breaks loose þegar fólk fattar að það megi segja það sem að það búið að segja að það megi ekki segja. Já, en sko þetta ekki skoðana kúun, það bara verið að segja það rangt að halda að þú sért hærra settur en aðra manneskjur. Þú það ekki. En þetta fjallar samt sko svona tal, ég meina það fjallar samt á endanum eins og við sjáum bara beggja vegna allarsála og hér. Þú veist, þetta leið til að ná völdum í rauninni það sem þú að segja ekkert endilega aðalatrið. Þú veist, þetta fjallar, því nú bara, þú veist, óljóst með hvernig þessi ríkisstjórn til dæmis vegnar á þessu kjörtímabili, hvort að við náum að halda út kjörtímabilið. Það eru sveitarstjórnarkosningar. Þú veist, það að nota þessa aðferð, þú veist, þessar skautunar aðferðir til þess að bara ná völdum og það þessi stigveldis hugsun líka alltaf. En þið allar þrjár sammála það að þrátt fyrir 3 forystukonur í ríkisstjórninni sé þetta ekkert mjög femínísk ríkisstjórn? Femínísk? Ég held að það verði nú seint sagt. Það verður seint sagt, segir þú? Kannski, en ég menna svona jafnréttissinnuð, absolutt. Okay. Ég segi alltaf að, þú veist, aðgerðna vera að tala og það að hafa konur í flottum ráðherraembættum, það aðgerð, það jákvætt. En það ekkert að koma frá sko ríkisstjórninni ennþá sem að bendir til þess sko, í aksjón, sem að bendir til þess að hún sé neitt sérstaklega femínísk. Mér fannst mjög forvitnilegt að heyra þið segja á þann að við þyrftum að afsaka jafnréttisbaráttuna núna og það kannski fyrst skiptið svolítinn tíma sem að ég upplifi það og manstu þegar við vorum hérna í þætti í þessari viku og þar var einn viðmælandi sem að sko réðist á þetta ammæli og réðist á þennan gjörning Kvennaverkfallið annan föstudag sem við erum að ræða hér í ljósi þess að þetta væri bara forréttinda feministar sem að þarna væru komnir saman og konunnar sem að væru á færiböndunum og í versmiðunum þær kæmust ekki neitt og með því sko var strax hafin vörn hann bara algjörlega hann kallaði þetta beinlínis vittleysu og það var og þetta kallaði það útskýringar og afsakanir og þetta svona þyrlaði upp það réttlæta hér þannig að þetta var svona mjög gott dæmi þetta sem þú ert að segja að þurfa að afsaka og elta rök út víðan völl og út í einhverja kima og þannig að sko kjarnin tapist í einhverju hismistali ekki satt og ef ég má aðeins mér finnst alltaf svo komist þegar svona hægri menn fara þú veist, einhvern veginn að vera rosalega andum konur af erlendum ég elska þú veist, maður bara svona býtu hvenær hafið þið, það rosa einhvern veginn krafa frá hægri og allt sé rosalega svona konkrétt og pottþétt og maður bara síðan hvenær þeir að pæli þessu en þeim finnst þetta náttúrulega bara hjákátlegt og málið má þeim það ekki bara þú veist, I don't care. Má þeim finnast þetta hjákátlegt? Mér bara nokk og ég held að þessi vörn okkar alltaf verið eitthvað að afsaka okkur bara góð sjónarmið hjá þér við ætlum samt að gera þetta ég skil ekki, ég held eitthvað að við eigum ekki að vera svona mikil varnastuð en við erum svona öll sammála að sko ef við getum rætt saman öll í átta niðurstöðu, þá það betra en að við bara, ég ætla ekki að hlusta þig. En svo verður við náttúrulega á þessum nótum, þá verður kannski þetta viðtalið mitt gagnrýnt fyrir það að hér sitja 3
hvítar konur. Já. 2 sérfræðingar, 1 hjá Rótinni sem náttúrulega konur sem eru utan vinnumarkaðar og verkfallið fjallar náttúrulega svolítið konur á vinnumarkaði. Þannig að þetta verður gagnrýni á og það sem við þurfum að réttlæta setja okkar hér. Og það má alveg gagnrýna það og það má velta spurningum um það. Það hefur mig að sakast, ég er þáttastjórnandi og það líka umhugsunarefni að einhver kall sé að ræða við ykkur 3 konur þetta. Ég meina, kannski hefði verið betra að það hefði verið kona. Við erum reyndar ekki með en dagskrárgerðar konur á samstöðinni. Það hefur kannski meira vandamál. Í augnablikinu, það er vegna ófyrirsjáanlegra aðstæðna. Þannig að en já, ég skil hvað þið við og mér langar aðeins að svona ef við ræðum aðeins fjarveru kvenna á þessum degi það sem var skrítið við viðburðin fyrir 50 árum maður er búin að lesa nóg það og heyra nóg það að það var hellingur af hugrökkum konum sem að bara stormuð út og þær voru bara ekkert að spyrja allt og mikið það er bara stukku af stað og vonandi nú ekki erfiðara í dag 50 árum síðar fyrir hugrakkar konur að stökkva af stað í þetta kvennaverkfall við erum alla það stundar þar en eða hvað? Ég veit það ekki, spítalarnir og líka einkafyrirtæki konur af erlendum uppruna sem eru núna 12% af íslensku vinnumarkaði það verður spurning fyrir okkur og við hjá ASÍ munum sérstaklega eða okkar fórseti munum sérstaklega hvetja atvinnurekendur að senda, að þær komist sem sagt að hvetja þær til að koma en ef ég má auglýsa viðburðin okkar hjá ASÍ að því að við tókum þann pól í hæðina á kvennári að sjálfsögum myndum við taka þátt í öllu en við værum með sérstöða því að ASÍ náttúrulega hjá okkur er láglaunafólkið og opinberi markaðurinn svoleiðis að við erum kannski aðeins annarri stöðu og við leggjum áherslu á svona að það sé kvenna ár all land mikið svona kepli hjá okkur og okkar konur á landsbyggðinni hafa verið algjörlega frábærar og alltaf að plana eitthvað og eitthvað alls konar viðburðir og og þá sérstaklega 1. maí það var stórbrotið, ég bara hveti ykkur til að kanna það en allavega að þá ákveðum við að 24. október stærsti viðburður okkar á kvennári og hann væri tileinkaður konum af erlendum uppruna þannig að það í Hörpu frá 10 til 14 og bara hvet fólk til að mæta og þar erum við einmitt að tala til í raun og veru við erum að tala sem sagt svona við bjóðum konum erlendum uppruna en og þær eru sannarlega í öllum málstofunum en málið við erum að reyna að fá samtal við stjórnvöld bara opna augum fyrir þeim vegna þess að okkur hefur sýnst að konur erlendum uppruna eru pínu ósýnilegar þær eru bara ekki tekna með og málið að við skipulögum þennan viðburð með konum erlendum uppruna úr hreyfingun okkar svoleiðis að úr félagunum koma konur svoleiðis að við höfum verið að gera þetta saman svoleiðis að og eftir það förum við náttúrulega og sameinast öðrum og í sögugönguna og þá viðburði sem þar eru og þá ætlum við að biðja okkar góða forseta að hvetja konur erlendum uppruna einmitt til að koma og mæta á fundin máltingið og ef þær geta það ekki allavega að mæta niður í bæ í gönguna vegna þess að þið vitið líka við hugsum þetta hver svo kvennabarátta ef að við hunsum konur af erlendum uppruna ég ekki að segja við gerum það en við þurfum bara að gera miklu meira til að fá þar með okkur þið vitið og þær þurfum ekki að vera nákvæmlega eins og við auðvitað ekki skilur einmitt en þetta líka svona eitthvað svona sortering kannski á konum efnahagsleg sortering á konum ódýrasta vinnuaflið og svo þessar ólaunuðu heimilismaður heldur betur svo að takk fyrir það, ég má ekki kynna viðburðun okkur það er mjög sjokkrandi sem að kemur fram í rannsóknum sem að þú veist að tala áðan vörðu að það 12 sinnum fleiri konur af erlendum uppruna sem að búa í húsnæði á vegum atvinnurekanda heldur en aðrar konur þær hafa þá öllu að tapa þær geta ekkert bara stormað út á vinnustæðanum og tekið áhættu ekki bara með sína vinnu heldur líka með húsnæði lífskilyrði þetta er öðruvísi og þeirra háa atvinnuþáttaka hún er miklu hærri heldur en 85%
Atvinnuþátttaka kvenna erlendum uppruna 79% á Íslandi. Þær eru miklu síður í hlutastörfum. Okkar konur eru 30% í hlutastörfum á Íslandi á meðan þær eru miklu minna mæli og hafa lægri laun, minni og hérna slæma geðheilsu, minna bakland. Svoleiðis að þetta eru bara okkar systur og málið að við, svona, það sem ég sendi út eða við sendum út frá ASÍ að við minnum á það sem Aðalheiður Barnfríðardóttir sagði í ræðu sinni 1975 að þetta baráttan snýrist þær konur sem hafa lægstu kjörin og vestu kjörin og hérna minnsta baklandið og slíkt og það ætti að vera svona okkar mál á kvennári. Það var raun og verið þess vegna líka sem að svona ákvaða fókusir á þennan máta og náttúrulega vera með í öllu hinu líka. Að sjálfsögðu. Þetta er leiðarljósið. Já. Það er svolítið rætt aukna sundrungu, skautun og fleira og hérna þennan dag fyrir 50 árum verði til alveg ofsalega flott samstæða og margir kynbræður mínir voru tilbúnir í að hérna hefja ferðalag sem að við erum mjög margir kynbræður mínir sammála að hafa verið til mikill að bóta fyrir okkur líka, aukið jafnrétti, hagnist köllum, ekki síður en konum einmitt, eins og vorum aðeins einbrá áðan. Svona í augnarbliki hins tvístraða er hérna allir séu líkur á að þið náið, þetta er náttúrulega 60 félag er það ekki sem að standa viðburðina, eru góða líkur á að þið náið öllum saman eða sko má búast við því að nú séum við einhvern veginn svo tvístruð að öllum hafi tekist að minnka vægi viðburðar eins og þessa. Sko það er svolítið merkilegt ég kem úr umhverfisbaráttunni áður en ég fór í þetta og það var alveg sama við hvernig maður byrjaði að ræða. Það var einhvern veginn aldrei hægt að finna, þú veist, sama pall til að standa á einhvern veginn. Það var alltaf hver og einn á sínum eigin sápukassa. En í kvennarhreyfingunni þá er búið að það er búið að mala þetta og slípa og hérna finna kjarnan svo rosalega sterkt. Þannig að þetta yfir eigin líkama, leið og maður skilur það sem feministi, þá þarf svo lítið að vera þrasa. Og það eru svona þessi grundvallar hugmyndir eins og hérna virði starfa og þessi yfir eigin líkama. Það er svo auðvelt að vera sammála þessu og þá verður tvístrunin, hún verður erfiðari. Það er svo sterk taug sem að tengir okkur saman og við getum verið mjög ósammála mjög marga hluti en hérna, þú veist, þetta er svo vel einhvern veginn búið að slípa þetta svo vel að búið að færa þetta svo skýrt fram ótrúlega margir flottir hugsuðir sem að hafa skrifað einhvern veginn og svona mótað þessa hugmynd þannig hún er orðin þannig að það er einhvern veginn þetta er bara sameiginleg reynsla kvenna allstaðar í heiminum. Það er bara hættulegt að fæðast sem kona. Það er bara hættulegt. Sjálfsögðu. Það er það. Málstaðan er svo sterkur og samanlegur eða kvenlegur, eða hvað maður á að segja. Já, samanlegur. Samanlegur, já. Ofbeldið, við höfum aðeins hérna komið inn á það er bara ekkert góðar fréttir úr þeim heimi. Það er svona, minn dettur að líka í hug Trump, nú vill hann að konur gangi gegnum sömu inntökuskilyrði og kallar þegar kemur inntök í hernum. Þær þurfa ekki að hoppa eins áttu kallar og lyfta eins þungur hlutum og eitthvað slöðu skilur. Þetta er svona, já, það er mannréttindi einstaklingana svona höfð undir í krafti aflsmunar og það var eitthvað sem maður sá ekki fyrir hér bara fyrir nokkrum árum. Ég hef svolítið upplifað hérna framfærir. Ég stend á 60, ég var 10 ára þegar hérna þessi mikla baráttu samkoma var haldin. Kvennaverkvöldið og hérna mér hefur fundist að svona lengst af hafi maður getað sagt já, heimurinn er betri í dag en í gær en hérna en hvort sem við tölum kjörin og
yfir eigin líkama og svona, eða hvað við erum að tala um, eða bara ofbeldi, þá það er bara hellingur af viðvörunarljósum í gangi. Já, ég meina bara fleiri leiðir til að stunda ofbeldi gagnvart konum. Þannig að ég var með að tjekka töluna, sko, 40% kvenna hafa orðið fyrir ofbeldi á lífsleiðinni. Það bara... Er það í þessu landi? Nei, hér á Íslandi, já. Hér á Íslandi, 40%. Já. Þannig að þetta ef þetta er ekki faraldur, þá veit ég ekki hvað. Og svo bara eru prósentutölurnar, sko, niður árgangana. En eitt sem við nefndum ekki einmitt í upphafi þáttarins þegar við vorum að drápum aðeins niður á ofbeldinu, en það eru gervigreindar ofbeldi sem er bara fyrir núna eins og eldur í sinu í símanum hjá strákunum sem ná sér bara í finna mynd af vinkonu sínum eða skólasystrum, bekkjarsystrum og búa til bara einhvern viðbjóð sem síðan sleppt út á interneti sem eru engin tök á, sko, fyrir venjulegt fólk, þið vitið, eða hvað þá löggæslu sem á ekki í þetta. Ég meina, löggæslan er alltaf á eftir tölvunarfræðinni og þannig að bara bæði fullorðna konur og litlar skólastelpur, sko, búa við það að það er bara einhver viðbjóðsleg nauðgunar myndbönd af þeim með gervigreind, þannig úti. Þannig að ég held að þetta áfall er bara eitthvað svona nýtt, sko, áfall í ofbeldissögu kvenna sem er bara rosalega erfitt að ná í kringum, sko, eða ná að skilja. Áhrif á líf þessara krakka líka sem eru hluti af þessu stjórnleysi á internetinu, það er sko ekki stjórnleysi á landamærunum, það er stjórnleysi á internetinu gegn konum og hefur verið bara langa hríð, sko. Þetta er bara ofan á svona hefðbundna klámiðnað náttúrulega sem er einn arðbærasti iðnaður í heimi. Ég meina 90% af mansali eru fólk, konur og börn sem eru notuð í klámiðnaðinum. Og ef við verðum sko dofin fyrir þessu, þá hættum við bara að blikka augunum. Það er En erum við það ekki? Það sem komið þangað. Ég meina, sko, hvaða úrræði, ef maður trúir á réttlæti og réttarkerfi, hvaða úrræði eru fyrir þolendur ofbeldis? Þau eru engin. Nánast, það er minna en minna en 20% af kynferðisbrotum fullorðinna sem eru kærð til lögreglu og af þeim eru eitthvað 20% þar sem er ákært. Þetta er svo rosalega lítið brot sem að fær umfjöllun í kerfinu. Þannig að, og við erum ekki með neitt annað í staðinn. Og einhvern veginn við erum búin að ræða þetta, kannski ekki svo lengi, en allavega ég upplifa þannig að við séum ekki með neinar hugmyndir hvernig við eigum að kljást við þetta. Síðan 90 er búið að vera að ræða þetta. Já, en ef við pælum í þessu... En þetta er búið að vera til frá og velda, sko. En umræðan er mjög ung, já. En líka auður, sko, þú segir 20% af þeim sem kynferðisbrotum sem er kunn við, þú veist, okkur er kunnugt eða svo eru all hinn sem náttúrulega aldrei koma, þú veist, og einhvern veginn lítið dagsins ljós. Já, þetta er frá stígamótum, en þetta er fólk sem hefur leitað þangað, fullt af fólki eins og segja, sem ekki leitar þangað. Akkurat, svoleiðis að, en það sem ég, og einhvern veginn er búin að vera svona einhvern veginn að stíga inn í það að gagnrýna svona, þú veist, þessa gagnrýni á vinstrið og feminisman og svona. Mér hefur fundist það lengi að við höfum verið að tala um þessu ofbeldismál, en aldrei út frá gerendum. Það eru einstaka tilraunir stígamót núna nýlega með Drífu Snædal hafa verið að tala um sem sagt, þessi mál og málið er að og við vorum með þú veist, frábæra femíníska leiðtoga í mörg ár og í öllum þessum hópum sem að var í fyrir hönd Alþýðusambandsins aldrei talað um gerendur. Það var eins og brotin eiga sér stað, það eru þolendur en gerendunum hvar eru þeir? Svoleiðis að, og líka annað, þú veist, kallarnir snert ekki við þessari baráttu. Og þeir eru gerendurnir, konur eru þolendurnir að miklu leyti og það er enginn að segja að það gerist ekki, þið vitið, hitt að konur nauðgi ekki eða eitthvað, auðvitað er allt til, en máli er í svona miklu meiri hluta. Svoleiðis að ég held að þarna sé einhver hugsunarvilla hjá okkur eða einhver svona, það er eins og bara sé einhver svona móða yfir gerendum og við einhvern veginn, við þorum ekki að horfast í augu við það hverjir eru gerendur og kallar sjálfir þor ekki að
hvorki það, ef þeir eru gerendur, að þá eru þeir með afsakanir á reiðum höndum, eða ef vinir þeirra eru það, þá er það alltaf svona einhver sérstakar aðstæður. Þarna liggur vandinn. Já, en sko þetta vandamál byggir náttúrulega á einhverju svona félagslegri kúgun kvenna að við séum ekki að segja satt. Já. Skilurðu? Já. Þá engin gerandi. Ef þú ert að ljúga þessu, endalaust, að þá náttúrulega engin gerandi að móti. Þannig að það var náttúrulega fyrsta aðferðin til að díla kannski við þetta. Já, fyrst og fremst átt að þegja. Ég meina eins og hefur verið gert bara gegnum tíðina á söguna, að þá eru konur bara, það ljúga. Já. Ég meina það eru skilaboðin. Já. Þannig að það engin gerandi. En í raun og veru, þegar hinn raunverulega svona afhjúpun hefst og þetta samtal gerendur, hverjir eru þeir, og við höfum nú sannarlega séð hvert sú umræða hefur leitt sko bara þessa hina feminísku umræðu, þú veist, og bakslögin sem við höfum upplifað í kjölfar MeToo og fleira, þar sem að það hefur bara mjög alvarlegar afleiðingar og við erum kannski að sjá núna í stjórnmála ástandi nútímans eina af svona stærstu og hættulegustu afleiðingum þess að hafa bent á gerendur og byrjað að tala gerendur og þá erum við komin aftur bara, þú veist, grab them by the pussy, Trump, sem segir bara hættið þessu væli og farið aftur bak við eldavélina og látið ekki ykkur heyra. En heldur það að þetta sé MeToo bakslag? Já. Hvað annað getið það verið? Ég veit ekki, mér finnst bara, ég náttúrulega eldast, en mín svona persónulega reynsla að eftir MeToo, ég bara tala frá mér persónulega. En líka sko gervigreindin, að þessi tækni sem þróuð, þú veist, það bara endalaust sem að má félagslega kúga konur, það bara samþykkt. En mér finnst bara, þú veist... Hver setur svona vöru í gegn? Það sem hægt að bara klámvæða konur og stelpur. Ég bara spyr, í hvaða stjórnarherbergi gerist það? Og af hverju erum við ekki að gera eitthvað til að reyna að stoppa þetta? Já, við erum að gera það hérna, hvern ár? Já, það engin umræða gegn klámi í dag með því sem var fyrir 10 eða 15 árum og samt sko veður það yfir heimina af tíföldum kraftin. Já, bara í símanum hjá strákunum og stelpunum. Það var einhver að segja Pornhub væri vinsælasti streymisveitan í heimi og eftir Netflix. Það er algjörlega orðið samfélagslega. En ég þekki engan sem að horfa á Pornhub. Já, nei, við ræðum ekki þessi mál. Nei, af hverju gerum við það ekki? Og hvað það sem að fólk að leita að? Já, akkurat. Já, erum við að tala hann eitthvað rof? Það eitthvað svona algjört rof. En við feministarnir náttúrulega stökkum á MeToo og það mjög eðlilegt og það hlakkaði alveg í mér eins og mörgum öðrum þegar einhverju kalla voru böstaðir og svo voru það ekkert endilega vestukallarnir sem voru böstaðir og þið vitið, svona einhvern veginn afhjúpun náttúrulega verður oft sóðaleg, þið vitið. En svo einhvern veginn var þetta einhvern veginn á einhverjum bara einstaklingslevel. Þetta var eins og þetta væri bara eitthvað svona einstaka skemmdepli, þið vitið. En einhvern veginn náðu við ekki að koma því að þetta væri algjörlega kerfisbundið. En kaþólska kirkjan nú samt merkjum eitthvað svona kerfislegt. Það sem bara, þú veist, en þannig að kerfið, ef við tölum á þeim nótum, hlýtur að verja sig svona, að þá bara er þetta collateral damage, þá bara fórnar þessum köllum, en við sko verjum okkur. En hugmyndin allavega eins og ég upplifað með MeToo var einmitt að koma fram með nafnlausar sögur til að sýna, þetta er kerfislægt og það var aldrei hugmyndin að benda á einn einasta geranda. Heldur að sýna, þú veist, MeToo, þess að nánast allar konur. En stjórnmálin tóku ekki við þeirri sögu, þessum nafnlausu, að því þá aftur konur að ljúga. Konur að ljúga, akkurat. En svo var þetta bara orðið svo yfirgengilegt að og það sem ég ætlaði að segja á þann er að, þú veist, mín persónulega upplifun er að ég lendi aldrei í því núna, sko, þetta er kannski orðið persónulegt, svona óvelkomin snerting og mér fannst vera skýr skil eftir MeToo, að það var svona, maður var bara, byrja. En er það ekki bara því út að eldast? Ég er að segja það, ég held að það sé kannski bara það. Ég er bara orðin ljótari. Já, það er bara eldri kona, það er bara út kjöt. En mér fannst bara vera rosalega skýr skil hana og þú veist, það er ekki svo langt síðan. Nei. Og þá var ég líka gömul, sko, ég var fertuð þá. En það er forvitnilegt að sjá það. Nú er verið að vinna í nýri stóri rannsókn, valdbeiting og vinnustæð og vonandi bara koma út einhverjar niðurstöður. En þar er einmitt forvitnilegt að sjá hvort að það hafi þá minnkað á þeim tíma. Þetta er 2019 og væri gaman að vita núna og ég var einhvern veginn, ég sá alltaf fyrir mér svona MeToo þegar kom fyrst upp að svona einhvern veginn, ég sá fyrir mér eitthvað að kalla og ég sá fyrir mér lítinn kettling eða hvolp sem að þú ert að reyna að kenna að pissa á blað, sko, að þú
rekur trínið ofan í pissið, skilur við, og ég var að hugsa bara, kannski svona kviknar eitthvað hjá þeim, þeir langar að snerta hana rass, en svo bara manstu, en þú veist, ég var einhvern veginn að vonast til að þetta yrði áhrifin og ég held að það hljóta hafa verið, vegna þess að þeir kalla sem segja megin eitt lengur. Ég meina þeir hljóta hafa vilja að gera eitthvað. En það er ekki svona okkar kynslóð kallar, sem segja má ekkert lengur. En ég meina mína dætur eru í símanum að upplifa alls konar. Já, það er einmitt það sem maður óttast. Er það hinn nýi rass? Akkurat. En svo er líka bara, þú veist, það er næst í 10 ár síðan MeToo var, það var 2017. Já, en sko afleiðingarna síðan, þú veist, eins og það bara, ég tek sem dæmi aftur að þú getur náður í svona ókeypis app eða fyrir mjög lítinn pening, svona gervigreindar klám app og litli strákar ráða við þetta. Og náði mynd af skólasýsluðinni og sett hana aðna og setti þetta út og orðið vinsalisti strákurinn að því þú átt klámvídeó af henni. Það er líklegt til vinsalda. Það er ekki heldur gott að sumir drengir, þeir fara í gegnum bara alla grunnskólagönguna nánast á þess að hitta einn einasta kallkennara og sumir drengir þeir segja að þeir svona upplifi það stundum í skólanum að þeir séu útsettir fyrir því að þeir séu hluti kynsinn sem að svona brýtur gegn konum. Og þessi drengir gætu orðið svolítið reiðir og svona vanmáttugir þegar þeir verða eldri og tekið þátt í einhverju svona auka hreyfingum. Ég bara nefni þetta sem dæmi, eina sögu að við þurfum einhvern veginn að hræra í þessum pottum, hafa jöfn kyn á öllum vígstöðum og ef það er ekki þannig þá þurfum við að velta fyrir okkur hvernig við bregðast við því. Það er bara mjög einfalt, það er bara að hækka laun kennara, þá koma kallar. Þetta er bara að prófa þetta 100.000 sinnum og það bara þarf ekki að ræða þetta neitt. Þetta mun breytast ef að launin eru hækkuð. Bara punktur. Já, því það er þetta hinn efnahagslega kúun, sko. Þú veist, að það sé bara hægt að reka samfélagið á ólaunari vinnu kvenna. Það er einmitt. Og þær þurfi ekki að há laun, þetta er bara mjög svo rosalega gömul saga einmitt. En stjórnmálin þurfa náttúrulega að taka þetta til sín og fólk þarf náttúrulega að kjósa sér í hag, sko. Þannig að á endanum er það, en ég meina svona stigveldis hugsun, hún náttúrulega er ekki, veit ekki á gott, sko. Það sem að... En má ég, varstu búin fyrir? Má ég aðeins bæta við það sem þú varst að segja um hann á ungu strákana. Þú veist, þeir, sko, til viðbóta við það að vera einhvern veginn svona settir, svona allt í henni eru þeir eitthvað kyn, það var ekki áður, þeir voru einstaklingar. Til viðbótar er linnulaust fyrir að segja hvað þeir eru vansælir, lélegir, kunni ekki að lesa, kunni ekki hitt. Þannig að þetta er toxic blanda að vera fórnarlamba væða strákana, bara, þú veist, í gegnum tíðina og maður er bara, wow, hvað er, þú veist, agalegt. Og svo einhvern veginn verða þeir reiðir af því að þeir eru einhvern veginn hafði fyrir rangri sök, svoleiðis að akkur er ég þá ekki bara þessi asni sem þið haldið ég sé, plús að þeir eru fórnarlömb. Þannig að þetta er eins og afleiðing af því að reyna að varpa ljósinu á strákana því að búið að tala svo mikið í jafnréttisumræðinu stöðu stelpnanna og kvenna. Þannig að þetta er eiginlega svo misheppnuð tilraun til þess að lyfta þeim þegar það fara að setja alls konar tilfinningalega merkimiða á þá. Sko þetta með hvað þeir eru bátt að ég held þetta sé bara, og ég held þetta sé ekki eins og satt, vegna þess að ég held þetta sé eins og hún Berglind Rós, fræðikona, á menntavísindasviði, hún kom einhvern tímann að eldgumir rannsókn sem hún sagði að þetta væri mjög stéttskipt. Þetta væri drengirnir úr efri stéttum, þeir væri ekki neitt í krísu. Þeir væri ekki með lélegar engunir, þeir kynnu vel að lesa, þetta væri miklu frekar, sko. Þetta er stéttagreinalegt. Já, stéttengt mál. Það er ekki alveg rétt. Stelpum líður verð samt í skólanum. Miklu verð og það er lítið talað um það. Já, það er nú svolítið talað um það. Er það? Já, ég held það. Já, kannski núna nýlega. Já, einmitt. En sko, svona rétt í lokin fyrir fólkið sem hristir höfuðið og þetta er nú meiri djöfisisvillis að þegar Silja Bára Ómarsdóttir tók við sem rektor við Háskóla Íslands þá sem sagt var það eins og kom fram hérna að nú voru þið stýra konur öllum opinberum og einkareknum háskólum hér í þessu landi. Og það eru eins og við höfum nefnt konur í forystu flokka ríkisstjórnarinnar og í borgarstjórn, það hefur aldrei gerst áður og kona er forseti, kona er biskup, kona er ríkislögreglustjóri og kona er ríkissaksóknari. Getið þið ekki einhvern veginn unnið með þetta fyrir þennan viðburð og eru svona skilabúð ekki valdefling sterk inn í
inn í jafnréttisbaráttu dagsins í dag og morgundagsins? Sko, ég held við verðum að stökkva á það. Ég meina þetta hlýtur að vera sigur. Ég meina Guð minn góður. Svoleiðis að, þú veist, einhvern veginn okkur tamt auðvitað að tæta allt niður og gagnrýna. Það bara einhvern veginn, það sem við gerum feministar. En ég held að þetta sé líka, sko, þó þetta sé ekki einhvern veginn að skila einhverju brjáluðu, að bara fyrir þennan dag, 24. bara fögnu því sem að ber. Þetta allavega, ég myndi segja, þetta allavega merki eitthvað, já. Ég meina, ég ekki viss að þetta sé endilega að hafa einn svona stórkostleg feminísk áhrifin í samfélagið eins og við höfum rætt hérna núna. Ég ekki viss endilega að þessar konur sko séu fulltrúar einhverja kvenréttinda sérstaklega, en þetta það mjög áhugavert að það eru konur í æðstu stöðum í nánast öllum svona stærstu embættum landsins eða hlutverkum. En svo náttúrulega líka bara embættismanna kerfið, þannig að það kannski sem að við býðum enn eftir því að því verði svolítið bilt, sko, þannig að þó að þær séu ákveðin skilaboð. Það gæti verið karlleg ára í kringum störfuna þeirra þótt að séu komna. Já, hefðir og lög og það þú veist, ég meina, ára saga. Já, þannig að þú veist, og það þurfi kannski einhverju tilvikum að starfa á forsendu karlana. Það það sem ég svona að reyna að segja. Ég meina, kerfið náttúrulega bara mjög karllægt, öll þessi kerfi. Og laga kerfið þá sérstaklega, eins og við rættum hérna áðan bara í ofbeldismálunum, að konur get ekki sótt rétt sinn, þú veist, og það enn, en ég bara að segja það, en auðvitað þetta ákveðið svona smá jippikóla. Þetta smá jippikóla, sko, við verðum að, þú veist, fyrir einkennið, sko, kona, kyn, og áferðina. Já, en ég meina, og við erum feministar ekkert meira í að tæta niður og gagnrýna, þú veist, það bara almennt, fólk bara eins og þessi ágæta sjónvarpsstöð gott dæmi svona gagnrýna umræðu, sko. En það samt margir sem að segja, sko, þú veist að kynjagleraugun hafa eyðilagt lífið þeirra. Já. Af því að þegar maður fyrir að sjá heiminn í þessu ljósi þá verður maður bara, oh my god, hvernig ég vil fara aftur. Get ekki afsýð þetta. Ég get ekki, og ég vil ekki skilja þetta. Það þannig. En þetta verður stuð, stelpur, áfram stelpur. Algjörlega. Koma í sögugöngu, er það ekki? Hálf 2. Sóleyjargata að Arnarhóli. Og bara kappfullu dagur af kvennaverkfalli. Algjörlega. Og mörg áhugaverð erindi, væntanlega flutt og baráttu fólk mikið í stafni. Takk hérlega fyrir að ræða við mig þessi tímamót framundan, en ekki síst svona það sem liggur undir þeim. Það var búið að vera mjög áhugavert að hlusta á ykkur. Auðrún Magnúsdóttir, framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands, Sara Stef Hildar baráttukona frá Rótinni og Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, jafnréttisfulltrúi hjá ASÍ. Kæri þakki fyrir komuna. Takk. Og ekki fara langt, kæri hlustendur og áhorfendur. Við höldum áfram með dagskrána eftir andartak. Kvennaverkfall 24. október. Taktu daginn frá. Kvennaverkfall í 50 ár, 1975 til 2025. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is